Komið blessuð og sæl. Við heilsum ykkur héðan að austan. Við komum víða við í þættinum í dag. Við förum á hreindýramessu á Egilsstöðum, heimsækjum frakkan Filip og Seyðisfirði sem að hekla sér til framfæris og lítum við á lokaæfingu rokkveislunar Stelpurokk í Egilsbúð. En við byrjum hér á Fáskrúðsfirði þar sem við ætlum að kíkja í heimsókn til frú Önnu í Hruna. Sæl. Sæl, velkomin. Þakka þér fyrir. Megum við kíkja í heimsókn? Gjörðu þið svo vel. Á Fáskrúðsfirði að finna lítið og skemmtilegt leyndarmál. Vinnustofuna hennar Önnu Ólafsdóttur í Hruna þar sem hún dvelur löngum stundum og saumar sér til ánægju og yndisveika. Hruni athvarfið mitt. Ég átti ofsalega fínt saumaherbyggi heima hjá mér í Álfabrekkunni, hérna á Fáskrúðsfirði. Og svo fylltust herbyggin af börnum þannig að ég varð að víkja og fóð með saumaölina fram á borðstofuborð. Og það var ekkert að gera sig. Þannig að maðurinn minn fann út að Hruni væri rétti staðurinn. Og þetta er bara athvarfið mitt. Ég er alin upp við svona athvarf. Pabbi var með athvarf þar sem hann yfirtekti húsgögn og það var alltaf kallað athvarfið. Pabbi er út í athvarfi. Þannig að það hefur jákvæða merkingu hjá mér og ég segi oft og grínast oft með það að borga leigu hérna, það í staðin fyrir að fara einu sinni í mánuði til Reykjavíkur með flugi og fara til geðlæknis. Og ég er mjög góð á geði af því ég fæ að vera í Hruna. Anna hefur alla tíð saumað mikið, bæði í vél og höndunum, en segist ekki geta bjarga lífi sínu með prjónaskap. Kanínur og verndarenglar eru stór partur af hennar vinnu, en hún gefur þeim öllum nöfn áður en þau halda til nýrri eiganda. En hvað ertu svona helst að sauma? Ég endurnýti mikið. Mér finnst það rosalega gaman að nota gömul föt og gamlan útsaum. Ég geri ótrúlegustu hluti fyrir gamlan útsaum. Ég væri bara til í að klífa fjöll, hugsa ég. Og svo bara held ég niður í mig andanum til dæmis þegar ég er með eitthvað rosalega fallegan gamlan klukkustreng og klippa hann í sundur. Þá bara, já, gamla konan sem saumaði þetta hérna fyrir 40 árum, hún er bara ánægð að sig verið að nota þetta. Reyna að sannfæra mig um það. En ég sauma púða og svundur og kanínurnar sem hafa fylgt mig lengi. Ég er búin að sauma þær í 10 ár. Þær fara mikið í skírnagjafir og vöggugjafir og allavega. Og já, svo bara svona það sem dettur í hug í þá skiptið. Anna selur ekki aðeins hannyrði sínar í Hruna, heldur einnig fallegan húsbúnað. Hún segist stundum selja eitthvað sem hún ætlaði sér alls ekki að selja, en til þess verða að vera einstaklega áhugasamir kaupendur. Gjafavaran kemur öll frá Danmörku, frá fyrirtæki sem heitir Ibeloresen og það er svona bara til þess að krydda aðeins og hafa eitthvað smá skemmtilegt dúllir í með. En ég lít á Hruna sem bara sem mitt athvarf og vinnustofu, pínlítið safn líka, það er ekkert allt í sölu hérna. Er þetta orðið þekkt meðal bæjarbúa og Austfirðinga, komaður við á versla? Sko, ég er mjög oft spurð að því hvort að ég finn ekki fyrir auknum túrisma og ég bara ekkert hérna fyrir ykkur túrista sem koma bara hérna í mýflugumynd. Ég er hérna fyrir fólkið í nágrenninu og ég finn mjög vel fyrir því að ég á mína föstu kúnna og fólk veit af mér og ég veit að ég er ekki með neitt svona alveg A4 opnunartíma en það vita allir að þeir geta bara hringt og þá bara skýst ég niður til. Ég er þá bara heima að hræra kakómalti í glas eða eitthvað fyrir herra heimilisins. Anna er sérstaklega lífsglöð manneskja og lýsir af henni hvert sem hún fer. Hún er einnig með gildin sín alveg á hreinu og gefur ekki mikið fyrir hið íslenska lífsgæðakapphlaup eða framapott. Ef maður fer inn á já.is og skrifa nafnið mitt, bara Anna Ólafsdóttir, þá er titillinn húsmóðir. Og það er náttúrulega ekki til neitt fínna en að vera húsmóðir. Ég hef bara, ég veit ekki hvort ég sé fædd á
vitlausri öld eða hvað það er, ég ger ekki slátur, ég á ekki uppskrift að slátri eða kæfu, ég er atvinnuskapandi líka, ég náttúrulega kaupi það bara því það er eitthvað fólk sem er að vinna við að búa það til. En að vera húsmóðir, að geta sinnt heimilinu vel og börnunum, það er bara mitt hlutverk í lífinu og minn starfsframi. Þegar ég lít tilbaka, þegar ég verð 70, þá verður minn starfsframi að 3 flottir einstaklingar urðu til úr því að ég var húsmóðir. Ég hef búið víða og fæddist á sínu tíma fyrir bráðum 45 árum í Reykjavík og hef búið í Reykjavík og hef búið vestur á fjörðum þar sem ég til svona minn heimabæ, Patreksfjörð, og ég hef búið í útlöndum og núna á ég heima á Fáskrúðsfirði og mér finnst það yndislegt og það skiptir engu máli hvar maður á heima ef maður hefur það gott í hjartanu. Og ég segi alltaf, maðurinn minn vinnur ofsalega mikið en við erum alltaf eins og við séum nýtrúlóða þegar við hittum svo sjaldan. Þannig að þetta er bara dásamlegt hvað hann vinnur mikið. Ég gæti alveg pirrast yfir því að hann er aldrei heima til að ryksuga eða taka úr uppþvottavélinni. En ég meina þá myndum við slást ryksuguna örugglega því að það er mín græja. Ég segi oft við þá sem er í kringum mig að ég hafi tróðið mér í kjólafinni Polljónum árið og ég komist bara ekki úr honum. Þannig að, það er ekkert langt síðan ég las Polljónu síðast. Og hlutinni getur alltaf verið verri. En auðvitað geta þeir stundum verið betri líka, en maður verður bara að gera það besta úr öllu. Og ég get ekki breytt því sem var í gær og ég veit ekkert hvernig morgundagurinn verður. Þannig að bara njóta dagsins í dag. Og við erum í hælaskónum og kjólnum á virkum degi og bara hafa það skemmtilegt. Það er ekki enn komið sumar en margir bíða óþrifufullir eftir því. Þeirra á meðal eru hreindýraveiðimenn sem komu saman í sláturhúsinu á Egilsstöðum síðustu helgi. Þar voru dregin út veiðileyfi komandi veiðatímabils. Samhliða var haldin hreindýramessa þannig að veiðiáhugamenn eyddu deginum við að bera saman bækur sínar. Þetta er það sem við köllum hreindýramessu og við byrjuðum á síðasta ári í fyrra. Þetta er önnur messa sem við höldum og þetta er í kringum útdráttinn á hreindýraveiðileyfunum og það er verið að búa til svona viðburði kringum það. Hérna koma saman svona þeir sem eru að vinna í hreindýrum, leiðsögumenn, þeir sem eru að selja vopn, þeir sem eru að vinna handverk úr afurðum hreindýra og svona eitt og annað sem snýr að hreindýrum. Menn að kynna vöru og þjónustu og úrvinnslu og bara allt annað. Því breiðari hópur sem kemur að þessu, þeim er betra það. Þetta er ekki bara sport, þetta er náttúrulega sport fyrir þá sem að koma að veiða en hér heima er þetta bara hluti af atvinnunni og hluti af menningu svæðisins. Þetta er iðnaður eða ferðaþjónusta sem er að velta einhverjum 20 eða 100 milljóna á hverju ári, þannig að svæði muna vissulega um þetta. Við erum aðalega að reyna bara að hafa gaman í kringum þetta, búa til eitthvað í kringum en útdrátt og þarna koma allir saman sem að eitthvað hafa með þetta að gera og þetta er svona ágætis vettvangur. Þetta er líka svo tíma sem minnst er að gera hjá skotmönnum og veiðimönnum, þannig að þetta svona brýtur upp hvert daginn. Það er alltaf spennt í kringum útdráttinn, menn er alltaf spenntir hverjir fá og hvort þeir fá sjálfu dýr og svo spyr maður sér hvaða kúnnunum manns er að fá dýr. Við erum bara að fara með mann á veiðar. Þetta er svona, það er alltaf ákveðin spenning kringum þetta. Heimilt er að veiða 1300 dýr í ár. Umsóknirnar voru á móti 3200. Færri fá því en vilja. Viðbrögðin voru því misjöfn í salnum. Sumir fögnuðu væntanlegum feng meðan aðrir verða að sitja heima en sáu færi á að samgleðast. Fékkst þú dýr? Nei, ekki í ár. Kemur seinna. Það verður bara bítið að súra epli, en það er margir góðu kunningjar minni sem hafa fengið dýr og það fara margir með brósóveri hér út í kvöld og ég er samgleðsa. Sækjur allt um? Allt á hverju ári. Annars er maður búinn að vera, maður hætti þessu. Já, ég fekk dýr. Það var ágætt. Sóttum á svæði 1 og fekk belju eins og allir. Það voru sátu 12 beljur út af. Það fengu allir sem sóttum 1. Þannig. Er þetta spennandi að fylgjast með þessum útdrætti? Já, það er alltaf gaman. Koma menn saman og segja einhverja veiðisögur og ljúga menn fulla. Hvern annan fullan einhverja veiðisögum. Þetta er bara skemmtilegt.
svo eru einhverjir af félögum mínum fengu líka og þannig að þetta verður bara heilmikið törn. Ég sótti já. Ég sótti tarf á svæði 2 og fékk dráttinn. Mér finnst þetta bara gott að lenda hér í hreindýramessu í sláturhúsinu. Ég þetta bregði mig frá á fund en ég var ekki búinn að sjá að ég hefði fengið dráttinn en svo fékk ég þessar góðu fréttir núna þegar ég kom aftur á fund. Ég aldursforseti í leiðsögumannum held ég með að segja. Það er 87 í vor. Ég bara aldursforsetin í leiðsögumannahópnum. Ég sem að endur ég ekki núna. Það er að láta næja ef ég næ skotprófuna á þannan tarf og ná mér svona frekar þokkalegan tarf. Það er skemmtilegra en ekskursa. Áður fyrr voru dýrin aðeins veidd út af kjötinu en veiðimenn í dag sækjast líka eftir stórum krúnum og þær eru mældar eftir kúnstarinnar reglum. Á messunni veitti félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum verðlaun fyrir stærstu krúnu síðustu 30 ára. Sú sem að skoraði hæst tarfur sem að veiddur út í Hjallstað hingá, nánar tiltekið á Klúku og þetta á svæði 3. Veiðimaður var Pálmi Hreinn Sigurðsson og hann náttúrulega fær fyrst gullmedalíu sem hann hefur hálsinn. Áritað skjal sem að fylgir og svo verðlaunagrip til hamingju. Takk. Ég stödd hérna fyrir utan ölduna á Seyðisfirði og ég á leiðinni í kaffi. Ég ætla að fara að hitta hann Philip Claus sem franskur strákur sem hefur búið hérna í bænum í þó nokkur ár. En hann svolítið þekktur hérna fyrir að prjóna og hekla sér til framfæris. Philip? Hæ. Nei, hæ. Hæ. Sigga. Sæl. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Hæ. Þú ert bara að prjóna? Já, bara stanslösa að prjóna, nóg að gera. Gerur þú mikið af þessu? Ég get ekki sagt hvað mikið, en stanslösa hekla, já, hverjum degi. Já, undirbúa sumarið, sem mjög fljótt að koma. Þá, já, það bara að byggja upp lærið. Já, það nóg að gera hjá Philipum þessar mundir, en það hann á fullu að undirbúa sumarið. En á hverju vori opnar hann pop-up gallerí á heimilinu sínu á Seyðisfirði þar sem hann selur hönnun sína. Já, það gengur rosa vel. Ég seldi kannski 300 stykki fyrra. Wow. Bara heima hjá mér hér. Já, það gengur mjög vel. Það koma ekki svo margir á Seyðisfirði. Jú, 110.000 manns í fyrra, en það koma ekki margir heima hjá mér. Það ekki stórskilti og ég vil hafa þetta persónulegt. En þau sem koma inn, þau sem finna inngangurinn, prófa og svo versla. Hvað ertu til dæmis að prjóna þarna? Eða hekla kannski? Ég að hekla, ég mjög slæmur að prjóna. Sko, þetta verður hettukræði. Það ekki alveg búið, sko ég get ekki alveg farið í, en verður að hugsa með hvað sem fer hérna, sem hefur hálsinn og svo sem getur klætt höfuðið. Þeir segja það sem þekkja það að það sé reglulega gaman að kíkja til Philip og sjá það sem hann hefur upp á að bjóða í galleríinu á sumrin. En fyrir utan hönnunarvörurnar einnig til sýnis og sölu listaverk eftir hann sjálfan. En segja mér, þú ert frá Frakklandi? Já. Herru ekki? Jú. Já, ég franskur maður. Veistu hvað einu sem ég kann að segja? Eitthvað, oui. Oui. Og svo lékum við oft okkur að því að segja lauk diva. Veistu hvað það er? No. Lauk í diva. Lauk í diva? Það ekkert eins og franska hjá mér. Já, það hljómar fyrir fransku. Lalala. En segðu mig, hvað ertu að gera á Seyðisfirði? Og hvað ertu búin að vera hérna lengi? Herru, ég búin að vera á Seyðisfirði í 5 ár, en ég búin að vera á Íslandi í 10 ár. Ég kom í 2006. Svo eftir 5 ár í Reykjavík, ég var bara send hingað. Það vinkona mín, Sigga Boston, hún svo góð og hún eins og mamma fyrir mig hér á Íslandi. Hún hefur alltaf passað mig eitthvað veginn og einu sinni eftir vaktin á Boston,
Ég var ekki, sirkusar búinn að loka. Jú, ég var að vinna á Boston. Það var 2011. Það var í vor og ég var mjög þreytur að, vinna á bar og hanga á barnum, vera pínu fastur þar og byrja að vera skapandi en finna ekki nú orku til að fara alla leið inn í mér og allt sem ég gæti gert. Það Sigga bað mér að koma að spjalla við hana og segja, herfi baby, hún talar svona, hún hatar mig til að, hún hatar þegar fólki að tala eins og, en whatever. Segja, baby, herðu, þú búinn að vera fyrir mig í 5 ár. Þú að vera þreytur og ég þori þessu ekki lengur. Ég búinn að reyna fyrir vinnu, þú að fara eftir 2 vikur. Hún sagði mér ekki að segja þessu, þú að fara upp í sveit eftir 2 vikur. Það verður í náttúru, það getur verið skapandi að koma svo aftur til minn. Og 2 vikur seinna ég var komin hingað. Hún var búinn að reyna mér húsnæði og atvinnu og ég vissi ekki að ég var að fara til Seyðisfjarðar. Ég vissi að ég var að fljúga austur. Og allt í einu kom inn til Seyðisfjarðar og það var svo fallegt og ég var ástfangin. Svo var ég að vinna á Skaftfell Bistró. Ég að starfa hjá mér, ég hvað segir maður, verktaki, sjálfstætt verktaki, listamaður. Þá í 6-5 mánuði sem opið hjá mér. Það tekið fólki á móti og selja hönnun minn og listaverk, ég líka stundum að selja list. En ég kalla hönnun minn líka list, af það ekki 2 sem eru sama. Hönnun minn alveg hlut að stærri mynd sem ég gerir söng, ég gerir þetta og þetta, stundum ég í búning í Reykjavík. Ég gerir margt og þetta bara hlut að heilt listaverk. Og það bara nóg til að lifa af. Það mjög dröður, ég hekla stanslaus. Og ertu hamingjusamur? Ég mjög hamingjusamur. Ertu að fara frá Seyðisfirði einhvern tímann í náan yfir landi? Ekki strax. Ég á heima hér. Saknar ekkert heimalandsins? Ég sakna ostur og sakna fjölskyldan stundum og vinir. Ég vakna aldrei og segja, hvað ég sakna Frakkland, nei. Philippe, hvernig segir maður takk fyrir spjalli á fransku? Merci pour l'entretien. Merci pour bleu. Vil du, jeg skal... Við mann ekki. Gerðu mér einn greiða svona lókum. Talaðu fransku, ég elska að heyra fransku. Ég skal segja allt sem ég finnst gott að borða í Frakklandi. Côte de bœuf, soupe à l'oignon, roquefort, camembert, ekki camembert. Nei! Nei! Camembert. Philippe, takk fyrir spjalli. Gaman að hitta þig. Sömuleiðis. Norðfjörður hefur löngum verið þekktur fyrir öflugt tónlistarlíf og þar hafa verið settar upp árlega rokkveislur í fjölmörg ár. Umsjón þeirra var lengi vel í höndum tónleikafélagsins Brján en undanfarið 3 ár hefur hljóðkerfalega Austurlands borið hita og þunga þeirra. Það eru ófá handtökin sem þarf að vinna við slíka uppsetningu og við fengum að líta við á generalpröfu. Við erum búin að vera með rokkveisluna talsveit lengi. Ég reyndar ekki búin að vera með náttúrulega innfrá uppæðenda, var ég náttúrulega bara smábarn þegar þetta byrjaði og ég var hérna með pappa mínum, dinglaði þetta Egilsbúð og í undirbúningsferlinu og hérna en ég var að reyna að setja tíma á þetta en ég geti trú að við varum búin að vera í 25 ár í þessu örugglega sem að rokkveislan hefur verið hérna í Egilsbúð. Með svona litlum hlýjum. Þemað í ár stelpurokk. Hvernig þemavalið hverju sinni? Við erum með rýnihóp sem að velur þema á hverju ári, svona næstu því allavega, en við veljum þema bara, við höfum leitað svona að tónlistastefnum og flokkum sem við förum í gegnum og það ótrúlega búið að fara í gegnum marga flokka
En í ár þá fannst okkur við bara eiga svo rosalega mikið af hæfileikaríkum kvensöngvurum bara í kringum okkur. Og að sjálfsögum að nóg að taka, þannig að það vantaði ekkert upp á það. En það aðalut af því að við eigum bara svo rosalega mikið af góðum kvenröddum í kringum okkur. Þannig að það var nóg af lögum sem að féllinni þennan flokk? Já, við erum búin að vera að skera niður lög, það hefur ekki þurft að leita lögum í neinu tilfellum, bara verið að skera niður og finna þau lög sem að henda sýningunni og reyna að hafa þetta sem breiðast, reyna að hafa bara mikið af lögum frá sikkunum tímanum og reyna að dreifa svolítið. En það svolítið rock í þessu. En undirbúningstíminn, hvað hann langur? Við ákveðum þemað á stelpurokkinu svona í ágúst, september. Þá erum við búin að ákveða það að fara í þetta þema og svo byrjum við náttúrulega að smala saman kannski einhvern tímann í nóvember, desember í hópinn og svo bara er janúar, febrúar og mars bara undir í undirbúningum. Hvernig hefur gengið? Mjög vel. Það er bara, ég held að þetta var sjálft verið svona tilbúið eins og þetta er núna. Það er mikil og stór umgjörð, ljós og hljóð, mikil metnaður í umgjörðinni. Já, við reynum að setja bara allt sem við eigum í þetta og reyna að gera þetta bara eins ólíkt öðrum sýningum hægt er en að breyta til og fara nýja leiðir og prófa eitthvað nýtt og við að sjálfsögðu gerum það núna eins og alltaf áður en að sjálfsögðu bara söngvararnir og tónlistina sem skiptir máli. Á hverju eiga áhorfendur von? Þeir eiga von á tónum sem þeir ekki heyrt áður, litum sem þeir ekki séð áður og búningum sem þeir bara aldrei eftir að geta gleymt, held ég. Að sýningunni stendur samheldinn hópur sem hefur staðið í ströngu undanfarna vikur, en 7 austfirskar söngkonur taka þátt í uppfærslunni, 4 manna hljónsveit og 3 tæknumenn. Ert þú vön að taka þátt í sjónum hérna í Egilsbúð? Já, ég held að þetta sé 3. sjóið mitt. Með nokkra var í pásu samt þar síðast. Þannig að já, frekar vel. En við munum kannski fyrst eftir þér úr Ædolinu, ekki satt? Jú, það passar. Ég er síðasti sigurvegari Ædolsins á Íslandi, 2009. Hvernig hefur það nýst þér? Það hefur nýst bara ágætlega. Maður náttúrulega lærði fullt af hlutum í þessu. Maður er ekkert að syngja eitthvað rosalega mikið, en maður heldur svolítið við. Nú er stór hópur sem stendur á sýningunni. Hvernig hafið þið svona unnið saman? Við höfum bara unnið mjög vel saman. Það var bara að gengu allir inn í þetta með hreinskilni og við ætlum bara að gera þetta vel, allir vera vinir. Það hefur bara gengið mjög vel. Það eru bara allir vinir og allir sammælst að gera flotta sýningu og hafa þetta svolítið þétt.